Ég heiti sem sagt Óðinn, eins og kannski flest allir vitið. Og þetta er lokaverkefni mitt, túrbína við Bláfell, fyrir neðalína, bara setjum maður í fullscreen. F1. F5. Já, veist snilt. Og hvað er að segja? Standa svo sem því. Standa svo sem því. Já. Í kynningunni eftir eftir áramót þá fór ég yfir öll atriði í kringum túrbínuna, hvernig rafallinn væri og hvað stýring væri, PED stýring og allt tilheyrandi. Það eina sem er búið að breyttist aðeins virkjunarskilyrðin hjá mér. Bassmagnið minnkaði, það var 9 sekúndulítrar og fallhæðin hækkaði 62 metrar þannig. Og býttu af hvað kemur þetta ekki. Það vantar neðan á glæp. Það fer bara að þetta niður fyrir saman sem það er að láta það síðan. Ég gat komið í liður. Já, ok. Nei, ég ætla að marka hvað þetta var hérna. Ég var búinn að breyta á túrbínuna 8 snúast síðast 1000 snúninga, en hún er núna komin upp í 1500 snúninga. Þannig að ég tengt túrbínuna beint við rafalinn á þessum reymar. Það var eðlisraðinn á hjólinu var 7 minnum mig og ja, stendur og allt. Víkaði bara minna? Já, það skiptir máli. Stúturinn var 23 mm stærð og þvermálið á hjólinu í bunu, eða radíusinn á hjólinu frá bunu í miðjan ás var 10 cm. Og nú ætla ég bara að fara yfir smíða atriðin. Það var nú eiginlega bara smíði. Lítið hana. Hérna er ég að byrja að gera skófluna. Er með máta þarna og síðan bara sker ég. Búinn að skera þarna. Þetta er Domex plata. Hentar ágætlega í þetta. Þarna er mótið. Og þarna er hitt mótið og mótið. Þetta er bara, platan er lögð ofan á þetta og göndulinn síðan kemur og pressar þetta saman niður. Og já, þetta er glóðandi, þetta er gert. Síðan þegar ég búið að pressa þetta, þá tökum bara eina skóflu. Þá byrjum við með eina skál, settur hún í rennivegg, planar hana, á einn veg og síðan á annan veg. Gerir það báðar, festir það síðan, leggur þessu saman, síður. Og síðan er raufin hérna sem sjáum, hún er fresk í burtu. Síðan er það næsta að sjóða við grímuvélina. Þannig að pressum okkar. Og svo svona þetta skóflan út og tilbúið. Þannig er ég að byrja að smíða grímuna. Svona, það merkja þetta á eitthvað þessan. Byrjar að skera. Svo þarna er ég búinn að stilla henni upp. Og þetta er bara svona mót, eða skapahjól. Þetta er bara að gera svona koll á kolli. Ég er búinn að sjóða nokkrar en sjáu þeim að það sýndir. Og svo er hjólið, já, svona hjólið tilbúið, næstu því. Það var slípað aðeins og svona. Og síðan er það afglóða. Ég er svolítið óskýr mynd, en hérna þegar ég setti það á ofninn og gleymdi því síðan. Þetta hitnar svolítið mikið. Koma eiginlega hittalykt allt eftirstæðið og sjá það kannski betur á þessari mynd. Sjáu eldhúðina.
Það mátti ekki vera mikið leikur. Það slapp. Þarna er ég að byrja á kassanum. Sökkullinn hann undir, þetta er steypt í helluna. Þetta sem er undir túrbínu núna er bara eitthvað skítamegg sem ég sendi saman á 5 mínútum til að setja hún á karið þegar ég var að mæla vatnsmagn eða eitthvað. Þetta er allt steypt niður og fast potið. Það eru plötunar, eða flatfjörnin í lokið og búin að tylla þið þarna á vélina. Sjóða þarna og skera fyrir bollana. Þarna eru bollanir. Og plana og skera þess undir og plana. Setja það saman og renna og bora gat á það. Stilla það á og sjóða það á. Þannig er ég byrjað á lokinu. Búin að sjóða lokið á þarna. Þetta er allt svona nokkuð rétt. Þarna er túðan. Úr einhverju ryðfríu úr skrúfuöxli, það var svona grjótterta rennanda. Þarna er, já, fyrir að flangs þarna fyrir röri aftan. Öxullinn. Að renna hann. Svo er ég hérna að fræsa kílspor. Það eru 3 kílspor hérna öllina. Þarna er byrjað að sjóða svona beygju fyrir túðina. Þarna er bönunálinn. Nálinn. Svo er hann búinn að renna hana til. Þarna er múfan sem fer upp á sem nálinn gengur inn í og þetta stykki sem er hægra megin síðst síðan við rörabeina. Þetta lítur svona út að þetta er búið. Það er eitthvað snitt að renna gengjur á hérna nálina. Þannig er þetta tilbúið, nálin. Og þarna er ég búinn að sjóða þetta allt saman. Getur stundum verið svolítið vesen þegar maður er að sjóða út í að nálinn hitti í túðina. Það er að sjóða þetta til. Svo þannig að það rétt sé af. Smá bras stundum. Þarna eru fóðringarna fyrir hérna bunuskerana. Já, ég var stundum að smíða fyrir 2 túrbínur, 2 stykki eins. Það er svipað. Það sem er rattið. Og þarna er ég búinn að sjóða síðumúfur fyrir Element og búinn að sjóða fóðringuna fyrir bunustjörni og legusetti. Og var eiginlega bara svona tilbúinn þarna. Og þetta er hérna plata sem ég setti inn í grafarinn hérna fyrir skynjara sem nemur snúningshraðan á raðarnum. Hvor fótóselva sem er fyrir hérna PID-reglin. Já. Og þessi rafal er hérna með spennistýringu að sýst í hérna. Allt sjálfvirkt, bara tengisamband. Þarna er ég byrjað að pröfa. Fann eitthvað gamalt kar og skar vaff í það. Og svo fann ég eitthvað drast saman til þess að mæla strauminn og aflið. Það er einhver mælastöð þarna. Svolítið stórir straumspannar fyrir þetta kannski. Aðeins. Já. Hörru, ég er með eitthvað vídeó hérna fyrir landrið. Það er alltaf á élum gerðum. Hvað er X í þessu? Er þetta X? Það er X. Já. Það er það? Æ, shit.
Þannig er það. Hvað er fullskrín? Hvað? Þannig að sjá þetta. Hér er vasaðmælirinn. Kristímælirinn og slökkviliðs sósanana. Þarna er græjan. Slökkviliðs bíl. Ég er ekki gefinn inn þannig að það er engin þrýstingur. Ég á bara að opna. Og bara að gefa vel inn. Já, hún er farin að framleiða eitthvað þarna. Það er kannski vilja lág riðinn. Og það er nema 30 rið þarna eða eitthvað. Þrýstingurinn hafi ekki verið nema 3,8 börur eða eitthvað. Það náði að vera 6. Eða 4, eða eitthvað svoleiðis. Kominn réttur þrýstingur. Ekki full mikið að riðum, það er komin í hvað, og 54 rið þarna og bara framlega 3,40 þarna. Var með bláskursopt sem álag. Já, kannski svolítið leiðilegt því að hann var annarkvort bara 3,2 kg eða 6 kg. Svolítið mikið. Já, búinn að pröfa að hann takki líka hann. Þarna 14 cm vassahæð. Það eru cirka 10 sekúndulítrar. Sérstætti. Og alveg 3,2. Og 46, já. Og hann taka ekki aðeins út á hryttingin. Og mæla frá strauminn. Ég gat látið vélina framlega 4,2 kg með því að hafa hann á 40 riðum. Þannig að getur verið fyrir að bremsa hann aðeins meira stundumina. Því það er sáðu að eðlisfræðinu er 7 og hérna nær 5.
allt og gott. Einhverjar spurningar? Enga? Hún kemd fyrir 60 metra. Já. Þannig það það hefði fyrir 6 grunum. Já. Þú náði passaði með stöðum. Já, hún getur dælt miklu meira. Það er bara svo erfitt að regla þetta og alltaf þegar vatnsborðið lekkar, þá lekkar hristungurinn á vatnsborðið í tankinu lekkar. Það er ég var bara einn. Það hefði verið betra að vera fleiri þannig. Það er líka gott einhver annar að halda myndaði. Já, þetta var auðvöld myndað, ég veit það. Þetta. Segðu mér eitt, hver nákvæmt er bilið á milli skóla? Þeir eru út að smíða þetta, stilla þessu saman. Já. Hvaða... Nákvæmt? Já. Þetta er nú ekki eitthvað það nöði, sko. Ekki svo nöði? Nei, það var þokkalega rétt. Já. Ekki mikið kast á þessu. Hvernig balans er það? Herðu, þá hérna útbjóð mér öxul sem ég tróði inn í svona setti litla lefinu og tók fóðringarnar, panningarnar af lefinu og reynsaði feitinu úr og smurði með þunnri feiti þannig að þetta var mjög liður. Setti síðan á búka og síðan. Það var hvernig allt til. Já, svo bara soðið og slíkað þangað til þeir voru rétt. Það er ekkert mál. Þarftu ekki að reikna eða finna fjöldan á skóflum á hring? Er eitthvað lögmál í því? Jú, það er til formúli fyrir það. En maður sker það svo sem hvernig þetta á að vera þannig. Reiknar út og rennslið í vaffinu? Vaffinu... Á karinu? Já. Já. Veitu, ég tók í blaðið með mér. Þetta er bara tabbúða. Það er bara að blaðið var eftir. Já. Já, það er þess vegna meðalskorið í vaffan. Já, þetta eru 90 gráður. Já, til þess að Já, geta mælt magnum. Já, með töflu fyrir 90 gráður og náttúrulega. Gat maður bara farið inn í töfluna og séð hæðina og sér maður blæðið. Eina spurningu er hérna, hita túturnar hérna í kassanum? Já, þetta Bara frostörn eða? Þetta? Nei, þetta er hérna... Álag? Þetta er álag, stýring. Þetta eru 2 element, hvort 1,5 kW og það sem stjórnar þeim er hérna PED-reglir sem stýrir svona solid state relíum. Eftir að ákveða hvort það verði 6 svoleiðis eða 3 svoleiðis. Og eftir sem að álagið minnki á rafalnum, þá náttúrulega steikst snúningshraðinn. Þá býr talan til boðum að setja meira álag á elementin í túrbínunum og þá réttist snúningshraðinn. Á hvað á þetta að keyra? Ég held að þetta á að hlaða inn á batteri fyrir sem sagt neðalínu sendi. Nei, riðin skiptir ekki öllu máli. Já, það veit sem að skipta einhverju máli. Eitthvað? Já, þetta er þess. Já. Ok. Hörru, þetta er fínt mál. Það var eitthvað.